Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða. Komið sæl. Ég reikna nú með að allir heyri nú vel í mér. Liggur svolítið hátt rómur stundum. Já, Auðun var búin að segja þetta. Eins og menn kannski hafa tekið eftir þá Microsoft á ansi miklu ferðalagi með vöruna sína. Og Kitty sagði nú áðan að þetta væri frá 97 en Navision reyndar frá uppalega frá 1987. Þannig að þið sjáu hérna, fyrsta útgáfan kom hér og þið sjáu hérna bara hvernig þetta hefur verið og þetta hefur verið undanfarin ár ansi hratt. Kom smá bil hérna milli 2010, 2012 og svo kom útgáfa 2013 og 13 R2 og í síðustu útgáfu sem var gefin út síðasta haust þá breytti Microsoft ansi miklu. Það er sem Navision 2016. Flestir kannski hafa kannski tekið eftir því, vonandi allavega, sem að skoða vöruna. En það komu ansi mikla nýjungar í þeirri vöru og sem að mörkuðu svolítið framtíðina fyrir Microsoft og þar leiðandi fyrir okkur. Miklar breytingar á umhverfinu og það er svolítið það sem ég er að fara í, hvernig við þurfum að vinna. Þessi NAV 2017 sem kemur út í haust, þá hafa þeir sett sér ákveðið markmið að fara í skýið ennþá meira, vera með einfalda uppsetningu og einfalda notkun sem og að styðja við allar þarfir sem að lítil og meðalstór fyrirtæki þurfa að halda. Out of the box. Það er svona þeirra sýn á þetta. Þeir kölluðu þetta Madeira og ef þið hafið svona bandarískan account þá getið þið skoðað þetta. Þið þurfum að registrera ykkur á netinu. Ég ætla nú bara að leyfa mér að kalla þetta bara Navision 2017. Eða Dynamics NAV 2017. Hvað kemur svo í þessari útgáfu? Já, Office 365 Integration ennþá meiri. Þeir sýndu í Þýskalandi á Directions síðasta haust. Þá sýndu þeir inn í þessa vöru hvernig til dæmis tilboð sem að ef þú með tölvupóst og það þekkist þess að tilbóðsnúmerið inn í tölvupóstinum þá getur til dæmis bara skoða með því að fara með músina yfir það. Þú ætlar aldrei að opna Navision sem alltaf ennþá meiri þétting við þessar vörur og þessa svítu þeirra að því gefna og sért náttúrulega með vöruna í skýinu og sért með Office 365. Þeir ætla líka í næstu útgáfu að bæta ennþá meiri upplifun notanda á vörunni þannig að þú fáir svona svokallaðan wow-effekt á fyrstu 5 mínútum notkunar. Þeim finnst að vera svona hálfgerðu failure eða þú nærði ekki. Þetta hérna sem ég kalla orðið viðbætur og heitir á ensku extensions svona eiginlega stærsta breytingi sem snýr að okkur og ég fer aðeins betur yfir það á eftir. Allt klárt kallaði það þegar þeir vilja ekki það að þú sért tilbúin að nota kerfið á fyrstu bara nokkrum mínútum eftir bara ready, tilbúin, up and running og getur byrjað að bóka færslur. Þurfur ekki mikið setup. Kerfið sé einfalt og það þýðir raunur það að þú sem notandi getur flækt viðmótið þitt sjálfur. Það er að segja að þú byrjar með mjög einfalt bara þær aðgerðir sem þú þekkir og kannast við, byrjar að nota það og síðan byrjar að flækja umhverfið þitt sjálfur. Þetta svona það sem að þeir aðstoða notendur í það þeir koma inn í kerfið og finnst það ofboðslega svona overwhelming, mjög flókið. Þannig að þeir reyna að trimma niður viðmótið, þannig að þú ræður í bara nú ég tilbúin að taka við svona aðeins meiri flækju. Svona gradually auka flækjustig fyrir þig. Að sjálfsögðu CRM, meiri integration, ég reikna með að Thomas Hals fari fyrir onni það. Þetta kannast örugglega allir við, eitthvað sem heitir App Store og kannski meira minna frá iPhone og Apple umhverfinu. En þetta snýr að því að við getum farið að búa til, eða bara svona vendorar fyrir sem að skrifa Microsoft viðbætur, geta farið að gefa þær út bara í App Store-unni hjá Microsoft, þannig að það getur farið worldwide, það getur hver sem sótt sér viðbætur inn í NAV frá okkur þó hann sé staddur á Nýja-Sjálandi. Ég hjálpar til eða það sé ekki á íslensku samt. Og svo sem þeir kallar Power NAV, það þeir sem hafa skoðað 2016 útgáfuna og það sem kom með Power BI ofan á það
sem er reyndar mjög flott og ef það ekki skoða það, farið endilega að kíkja á Power BI og hvernig það virkar á móti NAV 2016, þá er þeir ennþá að bæta í það. Og í raun og veru til viðbótar eitthvað sem heitir Power App sem er kynntu á Convergence á Spáni. Þá er raun og þannig að notendur geta líka við bara að fara að búa til sín eigin upp á mjög einföld upp, ekkert sem að virkan er tólsal flókin, en þau geta publisheraðar og gert drift í meðal samstarfsfélaga og tekur ekki mjög langa tíma að búa þau til. Og þarf ekkert rosalega mikla tækniþekkingu, bara þekkja gögnin, það er aðalatrið. Þetta eru svona þessir 8 punktar sem að þeir hafa svona sagt að koma í þessari útgáfu, að sjálfsögðu verður náttúrulega miklu fleira í útgáfunni og ég hvet ykkur bara til að skoða Madeira á netinu og það er þeir sem eru með 365, þeir náttúrulega þekkja líka í hvað umhverfið það er. En í raun og ég sagði áðan að ég ætla aðeins að fara á frekar ofan í þetta sem heitir viðbætur og hvernig þetta snýr að því hvernig við þurfum að vinna. Við þurfum að hafa ákveðna sýn á framtíðina. Þeir kynntu náttúrulega 2016 eða 2015 í Þýskalandi í október, þá kynntu það sem miklu breytingar. Og við náttúrulega settum niður og þurftum að ákveða hvernig ætlum við að bregðast við þessu. Og við settum okkur ákveðna sýn það að viðskiptavinir okkar eiga alltaf verið nýjust útgáfu. Að því gefnu þessi konur í 2016 sjálfsög. Þetta er helviti mikill metnaður vil ég nú meina, en þetta skiptur ofboðslega miklu máli. Með 2013 Navision þá hafa þeir gefið út svona mánaðarlega pakka, alltaf svo kallar séupakkar ef þið kannast þið það, og í raun og veru alveg frá 2013, í þessi komið séu 25 held ég fyrir Navision 2013, en í raun og veru fyrir alla vöruna gefa þeir út uppfærslur mánaðarlega. Þetta er hringurinn sem við byggum til fyrir okkur og hvernig við ætlum að gera þetta. Við höfum búið til svona, ég kallar source control, það er að segja að við höfum fengið vöruna inn til okkar, við setjum hana í source control og síðan byrjum við að byggja í raun og veru vöruna mánaðarlega fyrir hvernig einasta kúnna. Það kemur inn útgáfa, gefum okkur það að koma inn CU1 kemur yfir í desember, þá kemur desemberútgáfan, við lesum þann uppfærslupakka inn í kóðageymslunni hjá okkur. Ef við erum með útgáfu frá ykkur, þá byggjum við hana, keyrum sjálfvirka prófanir, því það kemur með NAV 2016 koma 16.000 sjálfvirk próf, þannig að við getum keyrt prófin sjálfvirkt á nóttunni ef við viljum, þannig að við getum séð hvort að eitthvað sem við erum búin að gera hafi brotið eitthvað það sem er standard. Þannig að í lok hringsins er þetta þannig að við getum alltaf afhent ykkur vöruna ef þið viljið fá hana. Þetta er svona vinnur hringurinn okkar og hvernig sýnin okkar er á þetta. Við byrjuðum á þessu ferli í nóvember og ég gef mér svona 12 til 14 mánuði til að klára þetta. Við erum komið með svona nokkra í þetta. Það sem ég var að segja áðan með viðbæturnar, hvað þýðir þetta fyrir þær? Basically þýðir bara að við þurfum að endurfóra þetta allt saman. Kollar á mikla vinnu okkar hálfu, mjög gaman reyndar, það er alltaf gaman að fást ykkur nýja hluti, en í raun og veru við þurfum að fara yfir alla lausnir okkar sem við erum með, endurfóra þær með tillit til þeirra breytingar sem Microsoft er búin að gera og vera tilbúin að gefa út þannig. Til að líka styðja það sem við erum búin að gera varðandi breytingar og styðja til alltaf verið í nýjustu útgáfu. Það er markmið okkar. Kemur meira í næstu útgáfu af þessum extensions hluta og við munum bara bæta einu sérkerfi við í einu. Við erum búið með nokkur. En hvað þýðir draunur fyrir ykkur? Það er náttúrulega aðalatriðið. Sýnin okkar gera það að verkum að þið eru alltaf í nýjustu útgáfu og ég sýndi ykkur ferilinn hvernig við höfum það, þannig að við munum alltaf sjá til þess að þið eigið möguleika á því að hringja í okkur og segja get ég fengið nýjustu útgáfuna. Að því gefnu að við séum búin að byggja hana fyrir ykkur. Ég tel það að það verði ánægðir notendur af því þeir eru alltaf í nýjustu útgáfunni en það kemur alltaf eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu útgáfu. Þannig að notendur munu upplifa það þannig. Þetta hefur lægri kostnaði för með sér líka af því að þá þarf ekki að vera að uppfara 2 ára fresti eða eitthvað svoleiðis. Ég teiknaði eina mynd hérna. Þannig að upplifun viðskiptavinar á að vera þannig að þetta á svona að vera svo uppfara office-bakkar. Þú átt ekki að finna fyrir þessu.
bara daginn eftir þá bara komin ný útgáfa og það rúlar bara. Læri kostnaður, ég tók bara eina glæru það og það er þessi hérna. Flestir, ég nota hérna 100 bara sem mælikvarða 100% og þetta er módeli sem við erum að vinna með. Þið kannist því svona 2-3 ára fresti, þá fara menn í svona mega uppfærslur og í raun og veru sjá hérna einhvern 100% kostnað. Við viljum meina það að með þessu módeli hérna þá er bara kostnaður hann þekktur. Það bara, við byggjum þetta fyrir ykkur, við komum með þetta til ykkar bara þegar þið viljið. Lækkum þetta niður. Fínasta myndir ekki. Fjárfestingin ykkar lækkar. Svona úr einu í annað þá ákvað ég að fara hérna að tala eins samstagsaðalinn okkar. Við erum með ansi marga samstagsaðala því að við höfum svo sem engan áhuga að finna upp hjólið. Þannig að við erum hérna með retail og Incadea sem er í svona bílaum fyrir bílaumboð. Við erum með fullt af öðrum líka svona svokallaðum vertikölum, við erum bara lausnum fyrir ákveðna atvinnugeira og við leitum alltaf bara að því að leitum lausna bara í partner networkinu hjá Microsoft í staðin fyrir að þurfa að skrifa alla hlutina sjálf. Það er miklu gáfulegra og meira kost-effektiv líka. Við höfum ákveðna, það eru fjölbreyttir möguleikar í þessu og þetta skiptir líka máli varðandi það þegar við erum búin að velja að fara með okkur í þessa vegferð að þá erum við með, þú getur verið í hverju sem er af þessu í þessu með okkur. Það skiptir ekki máli hvort þú ert að hýsa þetta sjálfur eða þú ert með Navi áskrift í sameiginlegu umhverfi. Við sjáum til þessum Navi áskrift í sameiginlegu umhverfi bara stanslaust. Við uppfærum það bara. Ef þú með eigin leyfi í eigin hýsingu og ert inn í þessu módeli, inn í hlýjunni hjá okkur eins og ég vil kalla það, þá getur samt kallað eftir uppfærslunni okkur. Og lokum, þá langar við bara að segja hérna að þetta er hópurinn sem við erum hér fyrir ykkur. Þetta er hópurinn sem myndar NAV teymið. Bara, ég reikna með að flest ykkar kannist við einhver andlit hérna. Og mjög mikilvægt að við séum bara í góðu sambandi og þið bara, ef það er eitthvað sem þið viljið vita meira þá bara takið upp símann eða sendið okkur post eða komið bara, það má alveg líka koma, það kostar ekkert sko. Morgun verða fundir Advania, þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða.